Komið þið sæl, ég heiti Dirksen Baumann og ég yfir mér hrifin yfir að fá að halda fyrirlestur hérna í dag þó að ég hafi ekki komist til Íslands í þetta skiptið, þar sem ég upptekinn við vinnu hér við Gallaudet háskóla og komst því ekki í þetta skiptið, en vonandi kemst ég einhver tíman að heimsækja ykkur til Íslands. Það mér heiður að fá að halda hérna fyrirlestur Duff gróða í dag, en til að byrja með vil ég flytja nokkar þakkir. Ég vil þakka þeim sem lögðu sig fram við að skipuleggja þetta málþing hér í dag, fyrir allir þeirra vinnu við skipulagningu og púsla þessu öllu saman svo þeir geti notið ykkar í dag. Í öðru lagi vil ég þakka samstarfsfélagum mínum, Joseph Murray, sem vinnur með mér hér við Gallaudet háskóla í ASL og Duff fræðadeildinni, en við höfum rætt mikið Duff gróða og við ætlum að gefa út bók það efni. Margar hans hugmynda eru með í fyrirlesturinnum hér í dag. Í þriðja lagi vil ég þakka meistaranemana mínum, Rosie Ettenheim, fyrir að klippa og taka upp þennan fyrirlestur. Svo við byrjum aðeins á sjálfum mér. Þegar ég fæddist í Colorado, heyrði ég ágætlega. En það áhugaverða gerðist þegar ég var 21 árs að ég varð heyrandi. Ég var að vinna í Duff skóla og áttaði mig að því að ég var heyrandi manneskja og í fyrsta skipti á ævinu sá ég þennan mun á milli heyrandi og Duff. Síðan þá hef ég verið að rannsaka þessa tvo heima, Duff heiminn, sögu hans og menningu, en ég hef einnig beint sjónum mínum að heyrandi heimi. Hverjir eru þessir heyrendur? Hvaða fólk er það? Og það hluti af því sem við ræðum í dag. Fyrirlesturinn minn í dag hér fallar tvennt. Duff gróða og heyrandi eða heyrnar tap. Svo við skiljum að hugtakið Duff, þá skulum velta fyrir okkur aðeins, ef maður flettur upp í orðabók, hugtakinu heyrnarleysi, þá skýringin yfirleitt svo að skorta heyrn eða eiga erfitt með að heyra. Og ekkert meira en það. Ef maður hittir Duff fólk og talar þeirra lífsreynslu og lífsviðhorf og velti fyrir sig hvort hún takmarkist af því að heyra ekki, heldur hún ólík. Og snýst ekkert það að hafa mist af einhverju, heldur hvað maður fær í staðinn. Og það það sem við ætlum að skoða og köllum Duff gróða. Duff gróði skiptist niður í sköpunarlegan, menningarlegan og vitsmunarlegan gróða. Það sem heimurinn getur grætt af Duff. Duff gróði, ólíkt heyrendatapi, snýst það hvað maður hefur. Grundvallarspurningin því einföld. Heimurinn plus Duff hvað eða heimurinn mínus Duff hvað? Er heimurinn betri með Duff fólki eða verri? Reynsla mín sem heyrandi manneskja, sem hefur tekið þátt í Duff samfélaginu og séð hvað Duff geta veitt heiminum, þá velti ég fyrir mér, ef þeir heyrandi sem vilja fækka Duff úr heiminum, þannig að það séu engir Duff, mér finnst það rosaleg hugsun. Við myndum missa af svo miklu mikilvægu. Allt það sem heyrendur myndu missa af með því að opna ekki hjarta sitt og huga og taka Duff fólk inn í líf sitt. Það væri heyrenda missir. Skiljiði, í ASL þá munur á milli heyrnarmissi
það að heyra ekki hljóðið og heyrendamissi. Það er það sem heyrandi fólk missir af með því að taka ekki þátt í lífi Duff. Svo við höfum þessi 2 hugtök, Duff-gróði og heyrendatap. Nú ætlum við að skoða Duff-gróðan og við ætlum að fjalla hann vitsmunalega. Svo fjöllum við hann sköpunarlega og að síðustu menningarlega hlutan. Hvert atriði ætli ég að fjalla ítarlega og tengja þessu saman við heyrendamissi. Ef við skoðum fyrst vitsmunalega gróðan. Það er mjög merkilegt. Ef heyrandi fólk myndi hafna Duff-fólki, þá myndum við enn búa við mikinn misskilning varðandi tungumál. Til skamstíma var skilgreining okkar á tungumálum byggð á því að tungumál og tal með rödd væri það sama, sem er misskilningur, byggður á mjög takmörkuðum upplýsingum. Táknmálsrannsóknir hafa sýnt fram á að táknmál er jafngilt öðrum tungumálum og tungumál byggist á tali með rödd og tali með höndum. Rannsóknir hafa líka sýnt að með táknmáli er hægt að tjá miklu meiri þrívídd og miklu meira rými heldur en með tali með rödd. Og við getum sýnt heiminn miklu raunverulegar í gegnum táknmál en með raddmáli. Sem er mjög athyglisvert. Þetta veitti mér nýjan og dýpri skilning fyrir rannsakaði heilan og starfsemi hans. Þegar við höfum áttað okkur á þessu varðandi táknmálið, sjáum við það að tungumáli er ekki byggt á einu tjáningaformi, frekar en öðru. Tungumál eru byggð á mjög flóknum taugaboðum. En frá því að greinar heilastarfsemi táknmálstalandi einstaklinga birtust, hafa rannsakendur öðlast nýjan skilning á heilastarfsemi og geta kortlagt hann betur. Og þetta er mjög mikilvægt fyrir alla. Fyrir allt fólk. Og ef við reynum að hafna þessum gróða, þá er það í raun eins og þegar við héldum að jörðin væri flöt og við getum bara siglt fram af henni. En með rannsóknum að þá komust að þetta var vitleysa. Jörðin væri ekki flöt heldur hnöttótt og þetta voru nýjar upplýsingar og gömlu upplýsingar að kasta fyrir róða. Eða eins og þegar við töldum að jörðin væri miðpunktur alheimsins. Sólin og aðra plánetur snerust í kringum jörðina. Þetta var líka vitlaust. Hlutirnir sneru akkurat öfugt. Sólin var miðpunktur alheimsins og hinna pláneturnar snerust þær í kring. Þetta er annað sjónarhorn á heiminn og nýjar upplýsingar sem breyta raunveruleikanum. Og við vitum í dag að tungumál eru byggð á táknum og rödd og snertimáli og texta og mörg öðru. Þetta er gott dæmi Duff-gróða. Ef við skoðum sjónrænan gróða. Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á að sjónræn vinnsla Duff-fólks er meiri heldur en sjónræn vinnsla heyrenda, sérstaklega hvað varðar jaðarsjónina. Duff-fólk nýtir hana miklu meiri en heyrendur, sem er mjög einfalt vegna þess að heyrendur treysta á heyrnina við það og upplýsingar úr umhverfinu. En Duff-fólk notar sjónina og notar því stærra sjónsvið við að ná í upplýsingar sem það þarf úr umhverfinu. Rannsóknir sýna líka að Duff-fólk á auðveldara með að þekkja andlit. Þau þekkja andlit betur heldur en heyrendur.
vegna þess að sjónræn vinnsla þeirra er sterkari og nákvæmari en heyrenda. Þýðir það að döf séu betri en heyrendur eða öfugt? Nei, það þýðir bara að þau eru ólík. Og það er svo mikilvægt átt að segja á því hversu sveigjanlegur heilin er og starfsemi hans. Ef við festum okkur í heyrendasjónhorninu, gætu við talið það vera það eðlilega. Sem það er ekki. Við verðum að muna að heilin er svo sveigjanlegur. Fyrir heyrandi fólksinn vinnur hann á einn hátt, á annan hátt fyrir döf fólk. Það þýðir ekki að annars er betri en hitt eða að döf séu sjálfkrafa lélegri en heyrendur. Heilin er bara sveigjanlegur. Það má líka benda á margar rannsóknir sýna fram á sveigjanleika heilans og hæfileika hans til að skipta út. Mikið upplýsingum sem við fáum við í gegnum augun, miklu meira en í gegnum eyrun. Við fáum meira upplýsingum í gegnum sjóntöðunar, mun meira heldur en í gegnum eyrun. Það má segja að döf sé að hámarka notkun sína á sjóntöðunum. Miklu meira en heyrendur. Og við gætum kannski lært að því að hámarka nýtingu sjóntögun okkar með því að horfa á heiminn með döf augum. Það er einnig mikilvægt að huga að rýmishugsun en ekki bara sjónrænni hugsun. Rannsóknir hafa sýnt að döf eru hæfileikaríkari varðandi þrívíddarhugsun. Það að ímynda sér hluti í þrívídd og sjá þá fyrir sér. Út frá öllum hliðum. Döf eru færari í því en heyrendur. Við þurfum líka að velta fyrir okkur hvernig við getum sinnt námi og kennslu í tengslu við bendingar og líkamsmál. Hvernig lærum? Við lærum ekki bara í gegnum heilan. Við notum líkamann líka við nám, eins og lítil börn sem nota líkamann og hendurnar við að læra. Og það er mjög mikilvægt að átta sig á því og rannsóknir hafa sýnt að samhæfing augna og handa er mjög mikilvægt varðandi nám. Og í háskóla í Chicago var gerð rannsókn á heyrandi börnum, ekki döf. Þetta voru heyrandi börn. Þau voru á aldrinum 8 til 9 ára gömul. Og þau voru að læra stærðfræði. Nýja aðferð í stærðfræðikennslu. Eins og 7 + 3 + 4 eru það sama og eitthvað + 4. Náðu þessu? Þetta er svolítið flókin stærðfræði. Þau þurftu að hugsa 7 + 3 eru hvað og hvað verður þá að þeim þetta er frekar flókið. Þeim var skipt í 3 hópa. Í fyrsta hópnum var kennari sem talaði með rödd og notaði bendingar og tákn og líkamann við kennslu. Og nemendurnir fylgdust með þessu til þess að læra þessa aðferð. Horfðu og hlustuðu. Annar hópurinn var með kennara sem notaði ekkert líkamsmál og enga bendingar. Talaði svona og nemendurnir remdust við að horfa og hlusta við að læra. Þriðji hópurinn var með kennara sem notaði enga rödd, heldur bara líkamstjáningu og bendingar. Eftir 2 vikna námskeið fóru nemendurnir í próf og þau þurftu að svara spurningunum eftir því sem þau höfðu lært. Fyrsti hópurinn lærði með rödd og táknum eða bendingum, annar hópurinn einungis með rödd og þriðji hópurinn einungis með líkamsmáli. Og niðurstöðnar eru þær að fyrsti hópurinn, 93% þeirra náðu efninu. Í öðrum hópnum, það sem var eingöngu rödd, ekkert sjónrænt, var ekki nema 33% barnanna sem náðu árangri. Í þriðja hópnum, sem var sjónrænt,
náðu 80% barnanna árangri. Ef við skoðum þessa 2 seinni hópana, sem voru eingöngu með rödd eða eingöngu með líkamsmál, hvor hópurinn gekk betur? Jú, það var sá hópur sem var með sjónræna kennslu, líkamsmál. Þeim gekk miklu betur. Þeim gekk auðvitað best þau sem voru bæði með rödd og líkamsmál. En það sem svo mikilvægt að þegar að barn fæðist döff, af hverju notum við ekki líkamsmál við það barn þegar við erum að kenna því? En notum frekar þessa aðferð sem rannsóknir hafa sýnt að ekki nógu góð. Það svo mikilvægt að nota líkamstjáningu í kennslu líka fyrir döffbörn, ekki bara heyrandi. Þessu líkur ekkert hér. Það eru margar rannsóknir tengdar vitsmunalegum gróða sem við sjáum að í gegnum döff og þeirra sjónræna skilning og rýmiskilning getum við lært. En það mikilvægt að reyna að takmarka heyrenda missi okkar og nýta okkur þessar upplýsingar sem við getum hagnast af. Þetta var einn döffgróði sem við erum búin að fjalla sá vitsmunalegi. Nú skulum við flytja okkur yfir á annað svið sem sköpunargróðin. Döff menning bara eins og hver önnur menning í heiminum. Fólk hefur mismunandi leiðir til að tjá sig í gegnum bókmenntir, ljóðlist, leiklist eða í gegnum sjónlistir, málaralist, kvikmyndun, ljósmyndun og ýmislegt fleira. Ef við horfum á heiminn í heild sinni og bætum döff, bókmenntum, ljóðlist, fleiri listgreinum við, þá heimurinn okkar ríkari. Það meiri sköpun í gangi. Og ef við skoðum til dæmis arkitektur, það hvernig við byggjum húsnæðin okkar og skipuleggjum heiminn hjá okkur. Ef allar byggingar væru hannaðar af döff, þá litu þær ólíkt út. Ef við tökum sem dæmi döff kennslustofu, þar sitja allir í hring. Döff fólk myndi aldrei sitja í röðum, vitið þið. Af því að hvað gerist þegar fólk situr í röðum? Það eina sem maður sér hnakkinn á næsta manni. Það engin tengsl eða samskipti þegar fólk situr þannig og það verður svo mikið rofa milli einstaklinga. En heyrandi arkitektur ferkantaður. En ef við myndum nota döff arkitektur þá væri veröldin ávalari og kringlóttari og það væri meiri tengsl mann á milli. Byggingar, götur væru víðari, það væri auðveldara að sjá í kringum sig. Þetta væri döffgróði sem myndi skapa opnari heim fyrir alla. Hér í Gallaudet þá erum við að vinna verkefni varandi döffkennslu og döffrými. Þannig að fólk sjái í kringum sig og þegar heyrandi fólk kemur inn þá upplifir það svo opið svæði og mikið flæði í gangi. Þetta það sem að döff geta boðið heyrendum heiminum varandi arkitektur og byggingalist. Vegna þess að heyrandi byggingalist full af litlum rýmum. Döffgróði væri að veita okkur meira flæði og meiri tengsl mann á milli. Þetta hluti döffgróða innan sköpunar. Ef þið viljið sjá meira döffgróða varandi sköpun, kíkið þá á þetta tímarit á netinu. Þarna döfflist
Allstaðar að úr heiminum, frásagnir, ljósmyndun, ljóðagerð og fyrirlestrar á táknmáli eru þarna inn á þessari síðu. Það er mjög mikilvægt að safna saman Duff-list allstaðar að úr heiminum til þess að hvetja til nýrar hugsunar. Við höfum rætt vitsmunalega gróða og sköpunargróða og nú skulum við fjalla menningarlegan gróða. Það er mjög mikilvægt fyrir heiminn að hafa í rauninni mjög fjölbreytta menningu og marga leiðir til þess að lifa lífinu. Það er einn menningarlegu gróði sem ég hef mikið tekið eftir. Og það er hvernig augnsamband er notað. Ég er alin upp í heyrandi heimi og augsamband var bara, jú, mikilvægt. En þeir sem alast upp í Duff heimi, þá er stöðugt augnsamband í gangi. Ef að við skoðum rannsóknir varðandi tengsl fólks og tengsl manna á milli. Ef að ég er með heilbrigt augnsamband og eðlilegt, þá næ ég góðum tengslum við fólk. En ef augnsamband er ekki mikið og sterkt, þá næ ég minni tengslum. Ef maður sér til dæmis Duff-fólk, tvo saman vera að labba og spjalla og lítandi hvern á annan til þess að halda sambandinu og samtalenu gangandi. Og ég tek eftir til dæmis staur, þá læt ég viðmælandamenn vita. Vegna þess að ég berð ábyrgð á hans heilsu og hann á minni heilsu. Við styðjum hvorn annan. Og það er sameiginleg ábyrgð og hluta menningunni að bera svona ábyrgð. Ef tveir heyrandi eru að labba saman og spjalla, þá er ábyrgðin öðruvísi. Þeir horfa út allt og ef annar þeirra rekst á stór, þá er sér einn bara, en þetta var nú leiðilegt. Duff bera meiri ábyrgð á líkamlegri vellíðan hvers annars. Og hugsið ykkur hvernig heimurinn væri ef allir bæri sömu ábyrgð hver öðrum eins og Duff gera í sínum heimi. Heimurinn sem við lifum í væri miklu betri ef við tilenguðum okkur þennan hluta Duff-menningu. Annað dæmi. Heyrendur eru ofta að velta fyrir sér, rosalega eru Duff einangraðir og eiga erfitt líf og mikil einangrun í gangi. Þetta er dæmi heyrendamissi. Vegna þess að þetta er ekki svona. Ef við skoðum til dæmis ferðalög, þá hef ég ferðast mikið bæði með Duff og heyrandi. Og reynsla mín er mjög ólík af þessum samferðamönnum. Duff fær í ferðalög, fara til annarra landa og það er öðruvísi tákmáltöluð. Og þar er ekki endilega einhver sem talar ASL, en með því að nota þetta sjónræna mál og alþjóðlega tákn, þá næst tenging og skilningur manna á milli. En þegar ég ferðast með heyrendum, þá reynir fólk að tala ensku, en viðkomandi skilur kannski ekki ensku, maður reynir að nota einhver tákn, en það verði engin tengsl. Þetta verður erfitt. Duff geta ferðast hvar sem er, sama hvaða táknmál er notað, vegna þess að málið er sjónrænt. Það er allt önnur reynsla. Þannig að það er svolítið skrítið að velta fyrir sér að Duff sem er í rauninni meiri heimsborgarar heldur en heyrendur. Þeir geta ferðast út allan heim og landamæri í rauninni ekki til í þeirra huga. Þau eyðast út. Þannig að Duff eru minna einangraðir en heyrendur. Margir Amerikanar eru í raun mjög einangraðir vegna þess að tala ekkert nema ensku. Þegar þeir farið til annarra landa, þá horfa þeir bara í kringum sig. En Duff eigi samskiptum. Þetta er svolítið kaldhænið. Heyrendatap, Duff gróði.
Ég ætla eins að fara yfir döffgróða. Hvað er það? Er það gróða að vera döff? Já, það er allavega ekki eins neikvætt og margir heyrendur myndi vilja vera að láta. Þeir fjallum það sé erfitt að heyra ekki, erfitt að læra, erfitt að lesa, erfileikar í vinnunni. Þetta sé erfileikar og þjáning, en við þurfum að breyta þessum neikvæðu hugsunum og fara að skoða á jákvæðu hliðarnar. Og það getum við gert ef við opnum okkur fyrir döff. Og við skoðum hvað döff geta. Ég ætla að sýna ykkur fleiri dæmi það varðandi vinnu og lífið sjálft. Hvernig döff gróði getur dregið úr heyrendatapi. Döff gróði getur verið fjárhagslegur. Við heyrendur, við þurfum bara að opna augu okkar svolítið gagnvart því hvernig til dæmis við kennum. Við þurfum að, hér við Gallaudet erum við að rannsaka það, hvernig döff kennarar skoða döff kennslustofur. Eins og ég sagði ykkur fyrst, þá eru kennslustofunar með sætin í hring. Við þurfum að skoða hvernig kennslan fer fram og hvernig kennarinn er tengsl með hvern og einn nemanda. Þegar kennarinn kemur inn, þá er hann sambandið hvern nemanda fyrir sig, augnsambandi. Í heyrandi kennslustofu kemur kennarinn inn, byrjar að bladra og skrifar á töfluna og nær engum tengslu við neinn. Það myndast ekkert samband. Það verður rof á milli kennar og nemanda. Þannig að við þurfum að læra hvernig döff kennarar sinna sinni vinnu. Og núna hér við Gallaudet erum við að safna gögnum þetta og skoða hvernig þessi kennsla fer fram. Og hvernig kennari nýtir augnsambandi í kennslustund og á í samskipti við nemendur sína. Og við ætlum að skoða þetta og sýna og gefa út efni þessa kennslu. Við höfum líka rætt sjónræna færni döffólks. Hvernig getum við nýtt okkur það fyrir allan almenning? Til dæmis í tölvuleikjum. Í tölvuleikjum þá þarf að nýta sjónsviði mjög mikið. Af hverju notum við ekki döff nemendur? Ég verð ekki bara að spila tölvuleiki, heldur líka hanna þá. Og nota sína færni, sína sjónrænu færni og möguleika á þrívítarhugsun til að búa til sína eigin tölvuleiki. Við þurfum að hvetja þau áfram til þess að vinna svona verkefni og hanna sína eigin tölvuleiki og þau getur grætt á þau líka. Þetta er döff gróði. Eins og ég nefndi við ykkur áðan varðandi arkitektur. Hugsið ykkur ef að arkitektastofur réðu döff fólk í vinnu hjá sér og auglistu það að þau væru með döff starfsfólk. Til dæmis finnst heyrandi fólki lýsing mjög mikilvæg, en döff fólk hannar lýsinguna fyrst og svo bygginguna í kringum hana. Skiljiði? Arkitektun yrði allt öðruvísi og fyrirtækin getur auglýst sig með döff starfsfólk. Og þetta myndi auka atvinnumöguleika döff. Einnig finnst ykkur þetta kannski skrítin hugmynd, en það eru til döff-löggur. Það er borg í Mexíkó, Oaxaca, sem hefur ráðið döff-löggur. Ástæðan er svo að það þarf að sinna eftirlitsvélum sem taka myndir út alla borg og eru birtar á skjá í stóru herbergi. Löggurnar sitja og fylgjast með skjánum og taka eftir ef eitthvað er í gangi, rán eða eitthvað annað slíkt. Og þeir eru fljótar að taka eftir því sem er í gangi vegna þess að þeir eru döff og hafa sterkt og gott sjónsvið.
miklu betri heldur en heyrandi löggur. Þetta hafa þeir í Mexíkó nýtt sér, að ráða döff löggur. Ég er búin að gefa ykkur nokkuð dæmi döffgróða og heyrendatap. Því að ég vil reyna að breyta hugsunarganginum okkar. Þannig ef að döffbarn fæðist, að heyrendur hugsa ekki sjálfkrafa, æ nei, þetta er neikvætt, þetta er erfitt. Við þurfum að vernda þetta barn og hjálpa því að vaksa og þroskast. Það hefur eitthvað sem það getur gefið heiminum, sem við höfum ekki sem heyrendur. Og döff börn og döff einstaklingar hafa margt sem geta gefið heiminum öllum, þannig að heimurinn okkar verði ríkari, verði betri og fjölbreyttari. Meiri fjölbreytileiki og breytileiki í samfélagsins er jákvæður. Ólíkir líkamar, ólíkir einstaklingar, ólík hugsun þýðir betri heimur, ríkari heimur. Hugsið ykkur ef allir væru eins, ein menning, eitt tungumál, ein leið í hugsun. Hvernig heimurinn væri, hann myndi bara visna. Ef við hugsum þetta út frá ræktun, þá veitum við það ef við plöntum til dæmis kartöflum, einni tegund af kartöflum, setjum niður sem útsæði, þá ættu sjúkdómar auðveldari leið að drepa allt. Það er svokölluð einræktun. Og það væri eins með okkar heim, ef allir væru eins og það væri bara einræktun í gangi, einmenning og allt eins, þá væri ekki heimurinn ekki eins fjölbreyttur en það er í dag. Það væri ekki eins margt í gangi. Því meira sem við lærum hvert frá öðru, því ríkari er heimurinn og því meiri döffgróði fyrir alla, verður heimurinn betri fyrir alla. Takk ykkur fyrir að njóta dagsins með mér og hlusta á fyrirlesturinn minn döffgróða, heyrandi missi eða tap. Ég vona að þið haldið áfram að njóta dagsins og ræða svo þessa hluti með fjölskyldun ykkar og vinum. Ræða döffgróða, ykkar reynslu sem þið búið yfir, döffgróða. Takk fyrir daginn, verið sæl.